Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Ég heiti Þóran Hjartarson og ég er hérna stattur í nýju podcaststúdíói. Eins og þið sjáið, þá er þetta töluvert öðruvísi. Reyndar er stúdíóið ekki alveg tilbúið, en það verður tilbúið von bráðar. Þetta verður sem sagt Þorgrímsson stúdíóið, þar sem að ég mun taka upp allt mitt efni og meira til. Ég veit ekki alveg hvernig ég mun standa að þessu, en þetta verður allavega mjög spennandi. En ég er náttúrulega búinn að standa að þessum flutningum undanfarið, sem er ástæðan fyrir því ég er ekki búinn að gefa út mikið efni, en ég tel mig núna að vera allavega í stakk búinn til þess að byrja að gefa út töluvert meira. Og hérna, ég er bara, ef ég á að vera hreinskilinn, svolítið spenntur fyrir þessu. Þið heyrið náttúrulega hljóðið ekki alveg orðið 100%. Þó svo ég hafi verið að bæta það undanfarna daga, að þá var þetta umtalsvert stærra rými sem ég er komin í hérna, og ég ætla að reyna að hafa þetta svolítið flott, en hljóðrýmið verður svona tilbúið, í svona lok júlí fyrirgefið. Þannig að það styttist allt í þetta, og ætla að sjálfsögðu að gera þetta í samstarfi við Þorgrímsson. Þannig að það verður, hvergi betra hljóð heldur en hérna. En ég er að sjálfsögðu hérna í samstarfi við fleiri góða aðila, eins og heiti Pottar.is, Pólsen, Bæjarins bestu pilsur, Kalda, Fiskhúsið og sjálfsögðu Alvörubón og Harðfisksverkun Hrafnadals. En það er margt að fara að breytast núna í kjölfarið á því að ég sé komin hérna í þetta stúdíó, og það verður vonandi bara til batnaðar, en þetta eru svona ákveðin tímamót. En þær breytingar mun ég tilkynna, svona nákvæmlega hvernig þær verða mjög fljótlega. En þetta er allavega orðið spennandi, og þetta nýja rými býður upp á töluvert fleiri tækifæri, og eins og ég segi, að framleiða meira efni fyrir ykkur kæru hlustendur. Nú, ég gerir mig grein fyrir því að svona vanalega er ég með gest hérna á föstudögum, en ég ákvað að vera hérna einn út af því að þetta er fyrsti live þátturinn í svolítinn tíma. En einnig náttúrulega, ég vildi náttúrulega koma ákveðnum málum á framfæri sem að ég hef svona verið að pæla í og er búinn að vera með í maðunum. En svo að sjálfsögðu líka er þetta það að ég nenni ekki að ef eitthvað klikkar, eins og gerir svo oft ef maður er komin í nýtt rými, að þá myndi ég ekki nenni að hafa hérna gest í að standa í því með mér. Þannig að ég er hérna einn, en mér sýnist þetta vera að fara fram bara nokkuð vel. Þannig að ég ætla svona að ræða nokkur málefni sem að ég er búinn að vera að huga að undanfarið í samhengi við svona, nýjar fréttir. Og við ætlum að byrja á að ræða fjármálin, og nú í fyrradag þá ræddi ég við Heiðar Guðjónsson það svona hvernig peningaprentun hefur orðið til þess að við erum á stórkostlega svona sérkennilegri vegferð. Það er að segja að við erum búin að vera að ljúga til verð á ýmsum hlutum með peningaprentun. Ég hef náttúrulega svo oft talað þetta að svona velmegun sé bara orðin mannréttindi, og ef að það er ekki nægt nægir hluti til skiptana, að þá náttúrulega bara sjálfsögðu á bara ríkið að stíga þannig inn og byrja að moka peningum og ljúga til raunverulegt verð á þeirri vöru sem ræðir eða þeirri þjónustu. Og ég og Heiðar vorum að tala þetta í samhengi við skrif og verk Þráins Eggertssonar, en nýlega fjall hann frá, og mig langar að senda öllum þeim sem að hann þekktu og hans fjölskyldu samúðarkveðjur. En hann er einn þeirra svona sem ég hefði virkilega vilja ræða við áður en hann fjall frá. Hann var alveg gríðarlega afkastamikill hagfræðingur sem var mjög vel metinn hjá Nóbelsverðlaunahafanum Douglas C. North held ég að sé nú. En hann hafði gríðarlega áhrif á stofnanahagfræði, sem eru svona þau fræði sem ég hef mikið fjallað á þessum vettvangi, eins og svona þessi svona hugmyndafræði sem er á bakvið bókina Why Nations Fail. En þar er sérstök áhersla lögð á hvatastýringu innan kerfa, og að félagslegt traust þurfi að vera fyrir hendi til þess að skilvirk kerfi raunverulega virki og sé að vinna raunverulega fyrir hagsmuni fólks. Og þetta er það sem ég ætla aðeins að ræða, og þessi þáttur með Heiðari kemur út á eftir klukkan
12 ef ég er að muna það rétt, ég er búinn að tímasetja en hann sem sagt kemur út á eftir á paratus.is/1pæling en þar getið þið fengið ykkur áskrift og hlustað á þann þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En það er annað sem að mig langar að setja í samhengi við þetta sem að er hérna grein á Bloomberg sem að þið sjáu hérna þar sem að stendur government must fix their debt messes before it's too late og hann fjallar þannig sko og fyrir þá sem ekki þekkja það náttúrulega Bloomberg auðkýfingur sem að var, ég held að hvað var það, 2020 sem hann bauð sig fram til þess að vera forseti og ég er ekkert reyndar alltaf sammála honum en það sem hann er að benda á í þessari grein er alveg gríðarlega áhugavert og eins og segi, titillinn er Government must fix their debt messes before it's too late og hann er að fjalla þannig svona nútíma stjórnvöld og hvernig þau stýra með skuldsetningu sem að hann telur vera ósjálfbæra til lengri tíma og hann bendir á að vegna eðli skuldsetningar í dag að þá séu ríkisstjórnir í rauninni komnar á þann stað að þær geti ekki gripið til sömu ráða að þær gerðu í hruninu. Þar sem að í rauninni var bara mokað inn fé inn á kerfi sem að gat ekki borið það og þar leiðandi jókst peningaprentun muni eftir leiðréttingun og fleira. Í Bandaríkjunum var þetta náttúrulega líka einhver sem átti sér stað. Þar sem að fólk einfaldlega bara krafðist þess að skuldir þeirra yrðu bara prentaðar út úr veruleikanum. Og því fór sem fór, þess vegna erum við að sjá gríðarlega hátt fasteignaverð og fleira hérna í dag út því að í grunninn þá hættum við aldrei þessu rugli. En Michael Bloomberg bendir svo sett á það að í Bandaríkjunum séu skattgreiðendur að greiða 3 sinnum meira í vexti heldur en gerðu árið 2020 en þrátt fyrir það séu stjórnmálamenn tilbúnir að láta svona halda áfram þessari gölnu útgjalda aukningu til þess að viðhalda því sem að þeir telja svona vera pólitíska eftirspurn eftir og svona hvar höfum við heyrt þessa sögu áður? Ég held að þegar það verður horft tilbaka eftir einhverja áratugi þá munu þær kynslóðir sem að verða á 30-aldrinum þá horfa tilbaka og hugsa vá hvað þau mistu hausinn varðar peningaprentun og mannréttindi á COVID-tímanum. Og þetta er eitthvað sem að Heiðar Guðjónsson bendir á í þættinum sem að kemur núna út eins og segi í hádeginu. Þessar hugmyndir ríkisstjórnar það að verðbólga og aukning á verðbólgu snúist alltaf það sko að það sé hægt að taka peningin úr umferð til þess að fjármagna verkefni hins opinbera og til þess að halda úti einhverju svona opinbera þjónustu sem að í mörgum tilvikum jafnvel engin eftirspurn eftir. Og þessu oft, eins og segi, slegið saman til þess að takast á verðbólgu þá verið að tala það að taka fjármagn úr umferð. En það samt ekki ástæðan fyrir aukinni verðbólgu ef að þú svona tekur, eða það að segja, þú getur ekki tekist á við verðbólgu í þeim efnum ef að þú greinir ekki frá því að þú sért í rauninni bara að fara að moka þessu inn í kerfið aftur með því að kaupa einhverja óskilvirka þjónustu eða vörur sem að engin þörf á eins og hið opinbera iðulega gerir. Og alveg eins og í Bandaríkjunum þetta að gerast hér og þetta eitthvað sem að Bloomberg bendir á í greininni sem að ég var að tala og þetta svona ákveðin eitraður kokteill þar sem að fjárfestar fyllast í auknum mæli óhug vegna þess að þær fjárfestingar sem að þeir eru að gera og fjárfesta eru byggðar á einhverjum svona legum vegna hraðrar peningaprentunar stjórnvalda. Og þetta það sem ég hef persónulega áhyggjur af ef við erum byrjuð að sjá svona eins og á byggingamarkaði þar sem að fólk hefur einfaldlega ekki trú á hagkerfinu og trú á því að fólk muni geta annað þeirri eftirspurn sem að á fasteignamarkaði og þá náttúrulega kemur frost á markaðinn og þá hættir fólk að byggja hús sem að þýðir það að húsnæði mun koma til með að hækka. Og við erum einhvern veginn komin á ákveðna svona blindgötu og ég held að þessu svona hættumerki sem að einmitt á byggingamarkaðnum ættu að vera okkur víti til varnaðar en núna hafa fjölmerki verið að reyna að vara við þessu sem að gerast og ég ætla reyndar að spila fyrir ykkur myndband úr hlaðvarpinu með Heiðari Guðjónssyni eftir smá en áður en að gera það þá ætla ég að minnast á samstarfsaðilana mína sem eru Poulsen
og að sjálfsögðu ef að þið eru að fara í bílrúðuskipti þá það sjálfsögðu að kíkja í pólsinn og láta gera þetta. Ég er nokkuð viss að þið gerið þetta samdægurs sem ég skil ekki einu sinni alveg hvernig þeir gera, en allavega frábær þjónusta þar. Bæjarins bestu pylsur sem að sjálfsögðu þjóðaréttur Íslendinga, að vita allir hvað við erum að tala og að vilja allir að þegar þeir fá sér pylsu að þá sé það bæjarins bestu pylsu. Svo það Þorgrímsson sem mun koma til með að sjá til þess að hljóðrýmið hérna verði framúrskarandi. Þannig að ef þú ert í einhvers konar framkvæmdum eða leitaðir einhverju efni fyrir hverskins verkefni að þá kíkjur í Þorgrímsson og þeir láta þig hafa það besta og það skilvirkasta í hverskins verkefni. Og að lokum, ef þú ert að fara að þrífa bíliðinn, ára sjálfsög alvöru bón. Það þýðir ekkert að vera trúður og láta sjá þig á götunum í skítum bíl, þannig að láttu fara að græja þetta. En hérna, svo við höldum áfram, þá ætla ég að spila fyrir ykkur núna klippu sem að sýnir fram á ákveðin fáránleika. Auðvitað þetta eitthvað sem að ætti að þykja ljóst, en mér finnst allavega Heiðar að ná svona svolítið vel utan þetta og ég ætla að spila fyrir ykkur þessa hérna klippu. Krísa á byggingamarkaði. Það núna algjör krísa á byggingamarkaði. Verkfræðistofur, arkitektastofur, tæknifræðingar, múrarar, rafvirkjar, píparar, verktakar yfir höfuð. Það verið að segja upp örugglega hátt í 30% af starfsfólkinu í heilli atvinnugrein. Og þetta næri ekki einu sinni eyrum fjölmiðlafólks. Nei. Svo einhverju bullsviði lokað hjá Reykjavíkurborg og 10 missa störf á einhverju samskiptasviði og það bein útsetting hjá Ríkisútvarpinu. Það bara eins og þetta sé kappleikur, það bara sett inn textalýsing, við stöndum hérna fyrir utan og það eru 10 almannatenglar að missa starfið. Við erum að tala sko eina burðarmestu og mikilvægustu grein landsins sem byggingagerin, það sem verið að segja upp þriðjungi starfsfólks og það nær ekki inn. Það núna Afsakið, núna tæknin að stríða mér. Sko, þetta náttúrulega þetta leikhús fáránleikans, þar sem að hið opinbera ekki bara það sem að hið opinbera gerir og það sem að hið opinbera einnig hendi orðið mannréttindi, heldur það líka störf hjá hinu opinbera. Og fólk sem ekki hjá hinu opinbera býr náttúrulega bara við allt annan veruleika sem að sér til þess að það verður riðlun bæði á bara skyni fólks á því hvernig staðan í hagkerfinu og út af því að við erum að tala um byggingamarkaðinn og þá þetta eitt af því svona mikilvægari og eins og hann nefnir hana, þetta eina svona mikilvægari stoðum þess af hverju hagkerfið virkar. Það rosalega gott að meta heilbrigði hverskins hagkerfis með vísan til einmitt iðnaðar, þar sem að ef það mikill iðnaður í gangi, sama gildir sem orku, eða örugglega sé þetta graf þar sem að svona GDP per mann skoðað og þá það í samhengi við orkuframleiðslu og þetta nánast beintengsl. En þetta virðist eitthvað að hafa farið fram hjá okkur, þrátt fyrir það svona fyrri kynslóðir hafi gert sér grein fyrir þessu. En svo við stöldrum kannski bara aðeins við sko fasteignamarkaðinn, því að eins og margir muna þá hann alltaf ræddur í samhengi við það að vera verðbólgu hvetjandi, það að segja þau öfl sem eru á bakvið fasteignamarkaðinn. Og þá það svona, eins og segi, svona þáttur fasteignamarkaðarins alltaf metinn svona dálítið mikilvægur. Þið muni eftir þessu svona hvert húsnæðisverð í verðbólguhækkunum. Það ekki verið að taka mark á því hversu mikið peningaprentunin var, heldur hversu mikið húsnæði var að hækka. Og að sjálfsögðu þetta að færa rök fyrir því að ákveðnar álögur og fleira væri að valda ákveðnum verðbólgu þrýstingi, en þegar þetta var að botni hvolft þá var það náttúrulega fyrst og fremst peningaprentunin sem var í boði stjórnvalda á COVID-árunum sem að hafði þessi áhrif samhliða því að
auðvelt aðgengi fólks að fjármagni kom skyndilega inn til að halda uppi hagkerfinu á þessum sama tíma. En það er ekki eins og að byggingamarkaðurinn hafi einhvern veginn alltaf verið bara stabíll og sem færir reyndar rök fyrir því að þeir sem eru í iðnaði séu einhvern veginn að vinna að einhverju svona gróðaverðbólgu. Það er að segja að þeir eru svo rosalega gráðugir og alltaf verið að græða á sínum fjárfestingum þegar þeir fara í það, sem náttúrulega mjög áhættusækið, að fara í það að byggja húsnæði, að þá eru þeir að valda þessari gróðaverðbólgu. Og ég hlustaði á viðtal við Sigurð Brynjar Pálsson sem forstjóri BYKO. Hann var hjá Ólafi Arnarsinni hjá DVF eða Eyjunni, sem að kemur alveg vel inn á það sem að við erum að ræða hérna í dag. Og ég ætla að spila þetta fyrir ykkur. Nú var ég búinn að týna þessu. Allavega, ég veit ekki hvort hlekkurinn eitthvað óvirkur hérna. Allavega, það sem hann sagði var basically að álögur væru orðnar þannig að það væri orðið gríðarlega erfitt að byggja húsnæði. Hann talaði það að það væri rosalega erfitt að fá hverskins leyfi, það væri erfitt að fá eitthvað sem að hefði að gera með hið opinbera almennt, hvort sem að það væri fyrirspurn, leyfi eða annað. Hann talaði það allir þegar fólk kaupi lóðir til þess að byggja á, að þá færðu lóðina oft ekki fyrir einhverjum 12-18 mánuðum síðar. Og hann setti það í samhengi við það að ef hann væri að fara að selja einhvers konar vöru, þá myndi hann aldrei komast upp með það að geta sagt já, nei, heyrðu, þú borgar hérna fyrir vöruna og svo færði hann eftir 12-18 mánuði. En það það sem hið opinbera gerir og náttúrulega búið að horfa á fastegna lóðir sem sjálfstæðan tekjustofn. Og ég talaði við Almar Guðmundsson þetta, sem sjálfstæðismaðurinn í Garðabæ, ég held að hann sé með núna hreinan meirihluta. Það sem var svo magnað við að hlusta á hann og mér líkar ágætlega við hann og hann mjög fínn kall. En það var ákveðið svona rof á því hvað hið opinbera og hann sagði eitthvað á það leið að lóðir væru sjálfstæður tekjustofn út af því að það ætti ekki að vera að gefa eignir garðbæinga. Það að segja að garðbæingar eiga að hlutdeild í þessum lóðum og eiga að fá að njóta góðs af því ef að einhver vill kaupa þær. Og þannig einhvern veginn hlutverki hins opinbera algerlega snúið á hvolf. Og það náttúrulega frekar vont þegar hægri menn eru líka orðnir ginnkeyptir þessari hugmyndafræði, því að hið opinbera á bara að sjá til þess að fólk geti á sem skilvirkastan máta búið til sitt eigið húsnæði. Það á ekki að vera þannig að lóðir séu bara einhver sjálfstæð tekjulind hins opinbera til þess að moka í einhvern óskilvirkan rekstur og þjónustu. Það með ólíkindum að það sé ekki hort upp á þetta sem meira sparnaðaratriði, þar sem að fólk getur bara einfaldlega séð til þess að það sé til nægt lóðaframboð sem að þau fái þá út sem skattpening. Það að 30%, hann sagði 30%, ég held reyndar að opinber gjöld pluss lóðir væri honum 30%, en Sigurður sagði þannig, ég þori ekki að fullyrða það, að startkostnaður bara út af lóðinni sé 30%. Og þetta náttúrulega bara ofríki hins opinbera. Ef að startkostnaður út af lóð sé honum 30% og við erum alltaf að tala að okkur þykir svo vænt unga fólkið, og við erum alltaf líka að segja að við erum að hlusta unga fólkið sem að fólk á almennt séð ekki að gera. Það alltaf að hlusta á það en ekki taka endilega ákvarðanir með vísan til þeirra tilfinninga. En það að við séum ekki að sjá til þess að það séu til lóðir til þess að byggja húsnæði fyrir þetta unga fólk einfaldlega gufuruglað. Það búið að snúa hérna öllu á hvolf. Mér skilst að lóðakostnaður á byggingaverktöku fyrir 20-30 árum, náttúrulega á Davíðstímanum, að þá var þetta einfaldlega, með minnir að þetta hafi verið jafnvel ókeypis. Það var bara eitthvað smátteri sem þú þurftir að greiða í gatnagerð
og fráveitu og fleira. En í dag þá þetta 30%, en fyrir svona 20 árum að þá var þetta eitthvað í kringum, já, ég held að vera 4-5%. Og það að þetta sé ekki tekið út af því við erum alltaf að tala þessa gróðaverðbólgu, að þetta sé ekki tekið inn í myndina þegar að ræða verktaka fyrir neðan allar hellur. En fleiri samstagsfæðlar, það sjálfsögðu heitir potar.is sem að sjá til þess að þú hafir heitan pott við þitt rándýra húsnæði og sánuklefa og fleira. Þannig að endilega kíktu á heitipotar.is eða einfaldlega kíkja þangað. Það opið alla daga núna hjá þeim og það alveg sama hvernig viðrar. Þú getur alltaf farið á til þeirra hjá heitipotar.is og kíkt á úrvalið. Og það bara heyrta frá þeim sem að, og ég fæ ekki eitthvað sérstaklega greitt fyrir að segja þetta, en ég hef heyrt frá þeim sem að hafa verið að kaupa frá Kristjáni og þeim hjá heitipottum og þeir eru allir mjög ánægðir. Þannig ég sérstaklega ánægður með þennan samstarfsaðila. Svo það Fiskhúsið, ef þú ert í einhverju stóru verkefni, fyrir veitingastaði, fyrir veisluna, stóra veislu, þá svona heildsala fiskhúsins.is eða fiskhúsið.is algjörlega frábæri leið til að fá bara hið ferskasta hráefni. Þannig að drífið ykkur þangað. Og svo það kaldi. Ef þú ert að fara að fá þér öl, létt, bjór, að þá endilega að kíkja á kalda. Ég var að halda veislu núna helgina og senstu helgi og ég fékk kúta frá kalda og dælu sem þjónusta sem bjóð upp á. Bara senda þeim e-mail og algjörlega framúrskarandi. Það bara frábær reynsla af því að hafa nýtt þessa þjónustu og ég mæli bara eindregið með að ef þú ert að fara að halda einhverja veislu, senda eiginlega bara hvert sem og líka ef þú ert að halda veislu út á landi og færðu bara dælu sem að kæli bjórinn, kemur kaldur út úr dælunni og þú þarft í rauninni ekkert að gera heldur en þetta bara plug and play, kveikir á vélinni, kemur ískaldur bjór, allir sáttir. Þannig að endilega kíkja á það líka. Og svo við höldum áfram, út af því að við vorum að tala Richard Bloomberg áðan, Michael Bloomberg og vorum líka að tala fasteignamarkaðinn. Þá blandar þetta tvennt svona svolítið saman áhyggjunum sem að ég var að ræða í upphafi, sem að svona skattlagning og skilvirkni opinberra stofnana og hvernig getur það verið að með okkar tækni og þekkingu og allt sem að við höfum bara reynslu af að það taki margfalt lengri tíma að gera húsnæði sem margfalt ljótara heldur en það sem við byggðum fyrir mörgum árum. Hvernig getur það verið að húsin séu ljótari, verðbyggð, mannaflsfrekari og dýrari en nokkru sinnum fyrr? Hvernig getur þetta verið? Og svo einhvern veginn verið að hvetja ungt fólk til þess að kjósa yfir sig, svona fólk sem búið að sannfæra það að hið opinbera geti leyst þessi mál sem að auðvitað skapaðu til að byrja með, eins og ég var að nefna með lóðaframbúðið sem svo sjálfstæðisflokkurinn orðinn ginnkeyptur fyrir það að þeir bara eigi að vera að sinna einhverju þjónustu hins opinbera gagnvart þeim sem að nú þegar eru fyrir. Hugsa ykkur líka þegar að vera að segja að eins og nú gefur ofleiðilegu almar, en þegar þið eru með sjálfstæðismenn í Garðabæ og húsnæðið þeirra búið að hækka 125% síðan 2015 eða eitthvað, svona algjörlega gufurugla dæmi. Þetta fólk búið að njóta góðs af peningaprentun þar sem að lánin þeirra eru einfaldlega búin að hverfa út af því að þau tóku lán og svo allt í einu búið að prenta rosalega mikið af pening og þá var allt í einu þín hlutdeild í þínu húsnæði orðin miklu meiri. Þetta fólk á þó líka kröfu á það að lóðir þeirra, sem að by the way, þegar þeir keyptu, þá var lóðarhlutfallið miklu lægra, að lóðir Garðabæs séu einhver sjálfstæð þeirra garðbæinga sem að fyrir sem eru búin að græða stórkostlega á þessu kerfi sem að var bara ósanngjarnt og að núna eiga þeir, og við ætlum að passa upp á það að ungt fólk sé að fara að greiða okkur til viðbótar að því það náttúrulega framtíða kynslóðir
peningaprentun bara baggi á framtíða kynslóðir. Það að segja að þetta bara skuld annara sem aðrir eru að fara að greiða. En þeir eiga líka að fá núna þá hlutdeild sem að fylgir því að greiða ótrúlega hátt verð fyrir lóð. Sko þetta náttúrulega galið og það einhvern veginn að vera að tala ungt fólk í samhengi við það að þau þurfa að fá eitthvað niðurgreitt húsnæði frá Ragnari Þór þar sem að þau eru að fara leigja þar út í hið óendanlega út af því að það svo traust leiga og ég get verið að greiða miklu lægri leigu þannig ég ætla að klappa mér að baki fyrir það og eftir því sem að þú stendur þig verð því meira áttu skilið. En það unga fólk sem að vill búa í Garðabæ að neini, þar kemur gamla fólki sem er búið að fá sitt húsnæði margfalt svona greitt út af þeirri peningaprentun sem búin að eiga sér stað. Neini, unga fólki á líka að fara að borga fyrir lóðir þeirra. Þú veist, þetta galið. Það galið að það sé verið að búa til þessar aðstæður fyrir ungt fólk og svo kemur það bara okkur á óvart á hverju fólk sé ekki tilbúið til þess að fjölga sér. Það bara því að við erum ekki með húsnæði fyrir það. Og þú veist, hið opinbera skapaði öll þessi vandamál. Þannig að hið opinbera sem að getur ekki einu sinni búið til leikskóla öðruvísi en að það kosti marga milljarða, það ekki að fara að leysa þessi mál. Sko, hvað upside down heimur þetta eiginlega? Það sko, já, ég næ þessu ekki og ég veit ég kannski að ég eins og Bill Plata þegar ég ræði þetta en ég skil ekki hvernig þetta nær ekki eyrum fólks eða sérstaklega þeirra sem að ætta að heyra þetta sem eru náttúrulega stjórnmálamennir sem að telja að lóðir sé einhver sjálfstæð eign einhverja íbúa sem eru þannig fyrir. Algjörlega gufuruglað og líka alls ekki það hugarfar sem að við vorum með hérna fyrir örfáum árum. Davíð Oddsson, hitt hann einu sinni, ég engin eitthvað brjálaður aðdáandi, en hins vegar þegar hann borgarstjóri, að þá, og ég er búinn að heyra margar svona sögur, að þá var hann alltaf tilkippilegur, bara ef að fólk kom til hans og sagði, heyrðu, við þurfum eiginlega bara að fá lóð, við ætlum að fara að byggja henn. Það var bara, þú veist, hann ruddi úr vegi, svona dellu, sem að í dag einhvern veginn, nei, við þurfum náttúrulega bara kærunefnd og við þurfum nú að passa upp á þetta, við þurfum að passa upp á það að gamlingjarnir í Garðabæ fái sín 30% og þú veist, hvaða rugl þetta? En hérna, ég ætla að ræða svolítið hana, ég ætla að ræða Bretlandseyjar og það ég var að sjá í morgun núna að það maður sem heitir Andy Burnham sem held ég að fara að verða forsætisráðherra, hann svona vonarstjarna Breta og tekur náttúrulega við að Keir Starmer. Ásaki, ég verð að fá mér smá kaffi. En hérna, sko, það náttúrulega búið að vera svo ótrúlegar vendingar þar og það svona margt í gangi á Bretlandi. Það reyndar alveg svona ótrúlega lítil athygli veitt á, sem sagt, það var, hvað heitir þetta, skýrsla sem var gerð í Bretlandi nauðgunargengi innflytjanda á Bretlandi og ég var að hlusta á Joe Rogan viðtal þar sem hann að tala við Rupert Lowe sem stofnandi og leiðtogi Restore Britain flokksins sem hefur valdið svona miklum usla á hægri vang stjórnmálana og ég ætla að spila fyrir ykkur stuttan bút úr því viðtali þar sem hann einmitt að fara svolítið yfir svona hversu sérkennilegt þetta orðið allt gagnvart réttrúnaðinum. Það að segja réttrúnaðurinn hefur einhvern veginn verið að berja okkur í hausinn með alls konar svona dellu undanfarin ár en hann þannig að nefna eitthvað sem ég hef náttúrulega nefnt mjög oft áður en mér ástand þetta skemmtilegt samhengi við einmitt Bretana. That doesn't seem to put the progressives off. They still seem to But this is what's crazy, is that their society is like Islamic society, is completely patriarchal. The women are absolutely second-class citizens. Yes. They have completely different laws for how the women can dress. What happens to the woman if someone has sex with, first of all, if they commit adultery, they can be killed. Like, stoned to death. Yeah, and I watched a horrible video where a father did it to his daughter.
Yes, well, you do get these killings. Honor killings. Honor killings, yeah. Or brothers. The brother will Yeah. kill the daughter if the daughter shamed the family. It's like, hey, guys, how are you progressive when you're supporting this? And it's because the concept of not being racist, not being called racist, the fear of that is so strong. They're willing to adopt all sorts of things that are the complete antithesis of everything they believe in. Well, in the UK, I don't know if you have it here, but the Me Too movement, it fascinates me that they never seem to say anything about these, what I call clannish, tribal cultures who have a completely different view of women. Yeah. And to your point, again, in our report, a woman, if she accuses in Pakistan a man of rape, she has to have 4 male witnesses who actually have to witness and swear that they've seen her being penetrated by the rapist. And you've actually got women in prison because if she can't prove that she's been raped under those rules, then she can be sent to prison. And there are many women languishing in Pakistani prisons for that very reason. And this is the sort of you have it here, but the Me Too movement, it fascinates me that they have a completely different view of women. Yeah. And to your point, again, in our report, a woman, if she accuses in Pakistan a man of rape. Já, hann fóruð eitthvað tilbaka. Ég ætla að spila það aðeins lengur. En það skiptir ekki máli, út af því að þetta kemur út af því sama. Þetta náttúrulega þessi stjórnlausa meðvirkni fólks, sérstaklega á vinstri væng stjórnmálana, sem að byggir á því að hamast á þeim sem að segja klúran brandara á vinnustaðnum, en vera ekki tilbúin að gagnrýna afturhaldssömustu gildi gagnvart konum sem að fyrirfinnast á jörðinni þegar að þau leita til dæmis á mið vestræna samfélaga, vestræna landa. Og ég veit ekki hvort að maður eigi að hætta að reyna að skilja þetta, því að þetta er svo ótrúlega þversagnakennt að maður næstu bara næri ekki utan það. En ég held að sé samt ekki leiðin því að það er í rauninni ekkert afl sem að er hættulegra heldur en þetta samflot islamista og vinstrimanna í vestræni ríkjum sem að grefur mikið undan félagslegu trausti og eins og segi, þetta afl. Þannig að þrátt fyrir það að það sé verið einhvern veginn, að gera manni þetta með öllu óskiljanlegt, að þá þarf maður í það minnsta að skilja það að það er ekkert hættulegra í nútíma samfélagi. Og við erum betur sett hér á Íslandi, sem að þýðir einmitt að við eigum að vera að ræða þetta meira og vera ekki værukær, því að þetta mun enda afar illa í Evrópu og þegar að það gerist þá þurfum við að vera búin að koma okkur á betri stað heldur en Evrópa. Og ég er reyndar búinn að vera að hugsa þetta svona félagslega traust mikið undanfarið, eins og þið sem að hlustið vitið, þá fór ég til dæmis til Gdansk fyrir nokkru, þar sem að ég fór í það sem heitir Silent Disco, og þetta er sem sagt þannig að það er bara maður út á götu með einhvers konar hljóðfæri og einhvers konar svona monitor, og hann lætur sem sagt fólk hafa heyrnartól og þú ert í svona Silent Disco. Og það sem er merkilegt við Gdansk er að þeir sem að voru þar, þeim að ég talaði við nokkra svona útlendingamálin, og þeir sögðu bara einfaldlega að þetta bara er ekki vandamál hér. Þeir eru ekki að díla við það sem aðrar Evrópu þjóðir eru að díla við. Það er vissulega fólk frá öllum heimshornum, en þeir taka ekki þátt í því að moka fólki inn á velferðarkerfið og þeir láta ekki vaða yfir sig með því að taka á móti öllum þeim sem að bara heimta að komast yfir landamærin og stoppa þá sem að reyna. Og fólk getur alveg verið með alls konar skoðanir á því hvort að það sé rétt, en ég hins vegar veit að ef að ríkisstjórnin myndi treysta þjóðinni í útlendingamálum og myndi leyfa þeim að kjósa stefnu í þessum málum, að þá myndi sú kosning leiða til kerfis sem er miklu áþekkara því sem er í Pólandi heldur en að það sem við erum með hér í dag. Þrátt fyrir það að vissulega hafi Þorbjörg Sigríður látið gera áleitlegar breytingar
að þá það ekki nóg og eins og ég segi, ef að fólk myndi raunverulega fá að ráða þessu að þá þetta miklu líkara því sem að gerast í Póllandi og athugið sko að sú stefna sem að Þorbjörn Sigríður með í dag sko sú stefna sem að sko miklu mannúðlegri og svo myndi ég jafnvel ganga lengra að sú stefna sem að Pólverjar með í dag margfalt mannúðlegri gagnvart þeim hælisleitendum sem að eru hingað komnir þar sem að svona félagslegir hvatar eru fyrir hendi og sem að leiða til þess náttúrulega að fólk miklu líklegra til þess að aðlagast íslensku samfélagi í stað þess að svona fjólublá skálaklippingar séu að hamast í fjölmiðlum og stjórnmálamönnum sem að eru ekki tilbúnir að moka þeim bara inn á kerfið. En allavega, svona út að ég að ræða þetta silent disco sko. Það sem ég var í rauninni að hugsa þegar þetta var þegar við vorum þarna, þetta var örugglega svona, hvað ég var að segja, 12 að miðnætti eitthvað svoleiðis og það maður sem að bara með svona silent disco og hann bara að reyna að láta ókunnuga hafa rándýr heyrnartól hann bara rétt að þannig rándýr heyrnartól og að spyrja hvort að hann rukkaði engan fyrir eftir á sem að líka svona ákveð félagslegt traust og eins og segi, þetta virkaði þannig, hann með monitor svo hann með tengt öll heyrnartólin í sama bluetoothið og allir bara með þráðlaus heyrnartól sem að hann getur talað inn í og hann svona þeyta skífum og allir syngja saman með sömu tónlist og hafa gaman og sko nú vitið þið örugglega hvert ég að fara út af því ég að ræða í þetta í samhengi við þetta. Af hverju hljómar það eins og maður sé til dæmis genginn af göflunum? Segjum svo að ég myndi byrja og ætlaði að vera með svona silent disco og ég ætla bara út í þennan business að vera bara út á götu og rétta ókunnugum rándýr heyrnartól og reyna að fá þau til að dansa og borga mér eftir á. Af hverju væri ég til dæmis genginn af göflunum ef að ég ætlaði að gera þetta í London? Af hverju myndu allir segja að byrju, ertu orðin eitthvað bilaður? Ætlar að fara að reyna að haldast úti svona silent disco í London með við stöðuna sem að þar og ég þarf ekki einu sinni þú veist að vita allir hvað ég að tala ég þarf ekki einu sinni að segja ykkur hvað ég að raunverulega að segja af hverju get ég ekki í London verið að rétta fólki rándýr heyrnartól í silent disco og vona að þau skemmti sér og vona að þegar að skemmtunin lokið að þá muni þau koma til með að rétta mér heyrnartólin og borga mig fyrir það og þá ég sko, eins og segi, ég að tala um þetta út á götu meðal almennings ekki lokuð rými, það eru vissilega held ég til, ég fór eitthvað aðeins að skoða þetta það eru til silent disco í London en þá þetta ekki svona götuskemmtun, þá þetta bara inn á einhverjum klubbum þar sem að þú setur inn eitthvað deposit eða eitthvað þannig en af hverju þetta hægt ekki dansk og af hverju þetta ekki hægt í London? Við vitum það vita allir af hverju það ekki hægt það út af því að félagslegt traust einfaldlega í mólum víða í Evrópu reyndar, London ekki við erum ekki illa sett en ég held að ef að flestir ættu til dæmis að velja á milli þess hvert við ættum að stefna í útlendingamálum að þá það miklu líklegra að fólk myndi vilja að við værum meira eins og Pólverjar heldur en meira eins og Bretar ég held að það sé algerlega morgunljóst og það sem svo magnað í Bretlandi að ég man ekki hvort þið munið þetta, ég held að þetta hafi verið þar að Rishi Sunak forsætisráðherra eða að sækjast eftir að vera forsætisráðherra, ég man ekki alveg. Og þá var svona, ég þekki þetta á Breitlandi og Bandaríkjunum oft, Breitar reyndar ennþá duglegri við þetta, það var alltaf með svona slógan sem að stendur eitthvað svona, freedom, eitthvað, Britain, fairness, það það sem að Keir Starmer var með. En Rishi Sunak var bara með stop the boats. Og þeir segja alltaf sko stop the boats en svo þegar að þeir segja það að þá þegar að þó bátarnir kom inn að þá færðu hlýföt, þá færðu hótelherbyggi, þá færðu mat, þá færðu allar svona lífsins nauðsynjar, síma í einhverjum tilvikum. Hvernig ætlar að stoppa bátana ef þú
ef að það að komast á leiðarenda í því leiði til þess að þú færð allt ókeypis. Þetta meikar ekkert sens. Sama rauninni gildir hérna einhverju leyti þó það sé aðeins öðruvísi. Þegar að fólk mætir án skilríkja úr flugvél og sækir hæli á Íslandi. Hvað meðvirkni það að þú komir skilríkjalaus úr flugvél, það sem þú þarft skilríki, ætlar að sækja hæli og segir já, ég ekki með skilríki. Þú veist, og maður hefur oft hugsað út í þetta í sambandi við útlendingamálin að það er svona stjórnmálamenn vilji að þetta leiði okkur í ógangur. Það er svo stjórnmálamenn séu einhvern veginn að berjast í því að reyna að komast á þann stað að fólk fær einfaldlega algert óþol. Og ég veit ekki, þetta er alltaf koma, en þetta er samt stórkostlega skrítið. Já, og í samhengi við þetta var náttúrulega hægt að ræða þannig að það var náttúrulega verið að hvað var það? Kirkjutröppuna þannig einhverja mála yfir þær og ég veit nú ekkert hvað mér finnst það. Mér finnst þetta allt svolítið skrítið allt. Mér finnst bæði skrítið að það sé verið einhvern veginn að mála á fána allan kaupin og kvabbin. En ef það aðstoðar fólk við svefn þá má það alveg gera það mín vegna. En mér finnst líka alveg skrítið að vera einhvern veginn að mála yfir hann og það sé einhver gjörningur. Mér finnst þetta allt frekar skrítið en það er kannski bara út að ég er skrítið. En endum þetta á ESB. Það er fiskveiðistefna ESB ófrávíkjanleg eins og þið sjáið og það er sem sagt verið að tala þarna aðildarviðræður Íslands að sjálfsögðu og þetta er úr Morgunblaðinu reyndar í gær. Þorgerður Katrín mætti í Bítið í morgun þar sem að hún var að segja að væri vissulega tekið tillit til okkarar því sem að við höfum áhyggjur af og Lilja og Simmi voru þannig að spyrja hún út í þetta og Lilja er djöfull seig. Hún var bara að spyrja hana hreint út bara fáum við varanlegar undanþágur og það er svo fyndið þegar það er verið að ræða varanlegar undanþágur að þá er þetta alltaf það verið tekið tillit til okkar það verið tekið tillit til okkar og ég er alltaf að hugsa bara en verða varanlegar undanþágur þeir segjast vera rosalega hrifnir af því að skoða málið með okkur og það þýðir náttúrulega bara það að það er ekki neinar ófrávíkjanlegar undanþágur og það er náttúrulega bara fyrir hendi og þannig að þetta er Rob Jetten sem að segir það einfaldlega að þetta var í sérstakri umræðu í neðri deild hollenska þingsins í liðnum mánuði og þá var hann spurður út í möguleika, nú er ég að lesa upp á Morgunblaðinu, það er Andrés Magnússon sem skrifa þessa frétt, möguleika því að Ísland fengi undanþágur á sviði sjávarútvegs í aðildarviðræðum. Samkvæmt því gæti Ísland því ekki orðið fullgildur aðili að ESB og haldið óbreyttu forræði yfir sjávarútvegi eða staðið utan fiskveiðistefnunnar og það er eitthvað búið að vera að takast á þetta og Þorgerður Katrín segir að þetta sé eitthvað sem að vissulega hún sé búin að ræða við þá og þetta er ekki í samhengi við það sem að Evrópusambandið er búið að vera að segja undanfarið en ef við hugsaum þetta bara praktískt og það er náttúrulega búið að koma upp úr hattinum að Írar eru þá spenntir fyrir því að fá undanþágur, Spánverjar eru því spenntir að fá undanþágur. Við erum ekkert að fara að fá undanþágur, einhver 400.000 manna þjóð, jú, vissulega rík þjóð, jú, vissulega góð lega er varðar legu landsins en að 400.000 manna þjóð sé að fara að fá undanþágur á fiskveiðistefnu Evrópusambandsins og láta þá grafa undan sinni eigin stefnu er auðvitað galið og það er ekkert út af því að Evrópusambandið sé eitthvað svona hræðilega vont eða sé einhverjir aðilar sem séu svo stórkostlega slæmir. Það er bara út af því að þeir eru ekki að fara að grafa undan eigin svona grunnstóðum til þess að koma okkur inn. Það bara meikar ekkert sens. Og eins og segi, það eru sumir sem að þetta í þess að grifja sko að það sé eitthvað og Evrópusambandið vill vera í Master of Puppets. En það er ekkert málið. Þeir bara, sjálfsögðu vilja þeir ekki vera að grafa undan sínum eigin stóðum.
Þannig að það mjög sérkennilegt einhvern veginn að fylgjast með þessu þegar að við erum að fara í þessar kosningar, að við séum einhvern veginn, og þetta eins og ég hef nefnt svo áður, að Evrópusinnarnir eru einhvern veginn, já, þeir eru bara skilja ekkert hvað það snýst lengur. Þeir bara, ég veit ekkert hvað kemur upp úr hattinum, sko. Búin að vera að berjast fyrir því að ganga inn í þetta samband í mjög langa tíma. Ég veit allavega að það kerfi sem við erum í grunn að fara að taka upp óskilvirkt kerfi. Það kerfi sem hefur leitt til þess að Evrópa ósamkeppnishæf samkvæmt þeim sjálfum. Og ég ætla ekki að hætta að segja þetta. En ég að pæla að fara að segja þetta gott í dag. Já, heitipottar.is, Fiskhúsið, kaldi, léttbjór og hverjum ég að gleyma? Pólsen, heitipottar, Alvörubón, Harðfisksverkun Rafnadals og Þorgrímsson að sjálfsögðu. En spennandi tíma framöndan. Ég ætla, já, svona, svo ég gefi ykkur nú eitthvað bragð af því sem mun koma til með þessu. Ég verð oftar í beinni og svo já, það mun taka örlitlum breytingum. Ég mjög spenntur fyrir þessu. Ég þetta ekki alveg fast í skorðum, en þetta verður í það minnsta spennandi. En ég ætla bara að vona að þú eigir mjög góða helgi, kæra hlustandi. Farðu vel með þig, vertu góður við þína, stattu með sjálfur þér og segðu það sem þið finnst og þangað til næst.